Taktíkin unnin í samstarfi við Eflingu sjúkraþjálfun á Akureyri. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Umfjöllunarefni í þessum þætti verður sjúkraþjálfun og til þess ég komið með góðan gest í settið til mín. Þórhallur Guðmundsson, velkomin. Takk að þér fyrir. Já, þú hefur mikið verið að pæla í svona vinnuaðstöðu og svona, hvernig maður beitir sér og þetta tengist náttúrulega sjálfsögðu inn í íþróttir, auðvitað inn í lífið sjálft en meiðslin þau eiga sér stað oft á ótrúlegustu stöðum. Já. Ef við skoðum til dæmis bara flest okkar eða mörg okkar allavega erum við byrjuð að vinna mjög kyrrstæða vinnu. Þannig að ég hef verið að fara mikið á milli vinnustaða og taka út vinnuaðstöðu hjá fólki og skoða hvernig vinnuaðstaðan hvernig fólk hreyfir sig, hvaða vandamál eru í gangi og náttúrulega í sjúkraþjálfun þá erum við að sjá rosalega margt fólk koma inn sem er með bakverki, axlaverki, mjaðmaverki, hnéverki og erum að reyna að átta okkur á þessu og gjarnan að hjálpa fólki að komast inn í íþróttir og komast inn í einhverja hreyfingu sem að henda þeim. Ef við erum bara að tala eins og hvaða áhrif vinnuaðstaðan hefur á fólk að þá erum við að skoða eins og stólar, fólk situr og 90 gráðu beygju í mjöðmum allan daginn og svo þegar það stendur upp þá eru vöðvarnir framan í mjöðmunum orðnir stuttir og toga bakið í fettu. Ég hef stundum talað fimleikaholningu og fótboltaholningu vegna þess að fótboltastrákar þeir hlaupa eru með ægilega sterka rassuða, svo eru þeir að taka kviðkreppunar til þess að fá sixpackið. Tala nú ekki með að taka backpressu líka þá eru alltaf unni axlina komnir hingað fram og svo standa þeir með mjaðminnar undir sér og svo ganga þeir eins og þessi toga þeir áfram á tillanum og ég veit ekki hvert ég má segja þér. Svo eru aftur með fimleikastelpunar hinum megin sem eru endalaust að taka liggjandi á bakkinu, taka fótaliftur, taka bakfettur, eru að teygja aftan á mjöðmunum og lærunum og til þess að geta farið í allt þetta dæmi að vera fetta og ná yfir sig og þær eru með langa magavöða, kveikja eða teygja á þeim, þær eru með stutta vöða framan í mjöðmunum, þær eru með stutta bakvöða, langa rassvöða og þær ganga hérna með rassun og brjóstun út í loftið. Langflest okkar eru að fara yfir í þessa stöðu. Já, þetta ekki bara fótbolta og fimleika? Nei, alls ekki og þetta nú kannski þetta kannski ekki rétt að setja þetta upp svona. Ég hef dálítið gaman að þessu vegna að þetta eru auðvitað svona staðalímyndir en langflestir fótboltamenn eru ekki í þessari stöðu og langflest fimleika fólk ekki í þessari stöðu. En við sjáum samt gjarnan þessar stöður myndast hjá fólki og þetta veldur ákveðnu álagi. Þannig að ef við erum ekki að vinna í því að rétta úr þessu að þá hefur það áhrif á okkur. Þannig að langflest okkar eru að fara yfir í fimleikaholninguna vegna þess að við sitjum of mikið. Þegar við sitjum með mjaðminnar bognar 90 gráður þá stytta stöðunni framan í mjöðmunum og við lekum hérna út og svo þegar við stöndum upp þá eru vöðvarnir framan í mjöðmunum orðnir stuttir og við lendum hérna. Þannig að vegna þess að þeir toga í mjaðmagrindina og neðstu bakvöðana, eða neðstu hryggjarliðina segi ég. Og þannig að langflest okkar eru að fara yfir í fimleikaholninguna. Það gerir það verkum að hnén leita meira inn, það gerir það verkum að við slítum hnjánum utanverðum, það gerir það verkum að ylinn fellur inn, að við verðum flatfætt og þetta hefur allt saman áhrif á það hvernig við hreyfum okkur. Það verður erfiðara að rétta almennilega úr mjöðmunni vegna þess að vöðvarnir eru stuttir framan í mjöðmunum og langflestar íþróttir hafa eitthvað með hlaup að gera. Þannig að þegar við erum að reyna að hlaupa og mjaðmennir eru stuttar þá annarkvort fettum við bakið meira til þess að koma fótunum aftur fyrir okkur eða þá að spinnan fyrir það að spinna okkur upp í lofti frekar heldur en áfram. Já. Vegna þess að við komum fætinum ekki aftur fyrir okkur. Það sem að í rauninni við myndum spinna okkur fram á við. Þetta gera verkum að við erum að spinna okkur upp og niður, lendum meira dýpra í hnjánum, það verður meira álag á hnén, sumir fá í mjaðmina, sumir fá í ökklana, sumir fá í bakið. Að þetta eru í rauninni mismunandi bara í rauninni hvað kemur fyrir þegar fólk er komið í þessa stöðu.
En þú talar þetta að þú ert að koma fólki út í það að fara í íþróttir og maður hefur þetta, já það er alltaf lágmest meiðsli í boltanum, nei það er í crossfitinu, nei það er þessi hlaupar sem þetta með þessi, en íþróttir í grunni, það eru góða fyrir okkur en það er náttúrulega meiðslahætta til staðar. Já, og við skulum ekki gera lítið úr því að langflest meiðslin verða ekki á vellinum eða þar sem við erum að taka íþróttir, eða þar sem við erum að stunda íþróttir, heldur þegar við sitjum heima í sófanum. Það er það sem er að fara illa með okkur. Það er engin íþrótt svo slæm að hún sé ekki betri heldur en að gera ekki neitt. Og það eru langverstu dæmin sem að, fólk sem að kemur inn til okkar sem að er bara, maður hristir höfuð og segir, ég veit ekki hvað ég á að gera fyrir þig. Vegna þess að ef að þú breytir ekki lífiðinu stórkostlega mikið að þá verður þetta bara vesen. Og þannig að ég myndi frekar vilja að það væri einhver bara, segjum bara 20 mínútur í búrinu með Gunnari Nelson 4 sinnum í viku heldur en að sitja í sófanum heima og horfa á Law & Order. Að það er engin íþrótt svo slæma að hún sé ekki betri heldur en að gera ekki neitt. Það er ágætt dæmi þetta úr því vorum að tala eins og þetta slit sem að til dæmis bara safnast upp yfir langa ævi. Það er kona sem var hjá mér í sjúkraþjálfun. Það var búið að skipta annað hnéð í henni, það var búið að skipta báðar mjaðmir mínar. Var svona að hugsa að það þyrfti að fara að skipta hitt hnéð líka og ég var auðvitað að bauna á hana og bara jæja, þetta nú að verða komið gott í það ekki. Það er þú ert að vera að búið með varahlutina og svona, ertu búin að finna þig góðan stað upp í garði og svona, búin að vera hjá mér í sjúkraþjálfun í einhver ár þannig að svona verður leyfilegt að bauna þess á fólk og hún svarar alltaf fullum hálsi og svo kemur hún til mér einn daginn og segir ég er búin að vera að hugsa þetta sem þú sagðir og þetta er þetta rétt og veist, ég er ekki nema 78, ég ætti alveg að vera á miklu betri stað heldur en þetta. Þannig að ég er búin að vera að hugsa ég þarf að finna mér einhverja íþrótt sem að hendar mér og mér datt í huga að fara í crossfit. Hvernig líst þér á það? Já. Og þá er maður náttúrulega búin að málast út í horn, búin að vera að gera grína konunni og segir, já, auðvitað gerur það. Og við tókum 1 ár í það að undirbúana, bara vorum að taka bara crossfit style æfingar og svo fór hún til Brynjars, crossfit Hamri, ég fór með henni á fyrstu æfinguna og hún er búin að vera að æfa crossfit síðan. Og dagurinn þetta hefur alveg gjörbreytt lífinar. Þannig að dagurinn byrjar gjarnan þannig, þá dagar sem hún er að koma til mín, þá vaknar hún, fer í crossfit, leggur síðan bílnum upp við kirkju, hleypur niður kirkjutröppunar, inn göngugötuna, upp á 3. hæð til mín, tekur æfingu með mér, hleypur niður tröppunar, út göngugötuna, upp kirkjutröppunar og fer síðan heim. Og þetta er fyrir hádegismat. Ég spurði hana hérna fyrir, það er nú örugglega samt að vera 2 ár síðan, bara jæja, hvernig er staðan á heilahnénu? Bara ert að pæli því að fara eitthvað í einhver skipti? Nei, aldrei verið betra. Þetta er bara, þetta er góði liðurinn, gerfiliðinir, þeir eru orðnir meira vandamál heldur en liðurinn sem að var að verða svo slitinn að vera hér Belónítur. Já. Þannig að, og það er vegna þess að, ég meina, ef við skoðum bara hnéliðin, þetta er risa liður. Og alla jafna þá ætti ekki að vera vesen með þetta. Og þessi liður gerir ekkert annað heldur en að beygja og rétta. Þetta er bara hjarliður. Það væri annað að þetta væri kúluliður sem að geta gert eitthvað funky. En bara liður sem að hefur mjög einfaldan hreyfanleika eru þetta að takast á við mikið vogarafl þegar við erum að ganga og hnéð fyrir fram fyrir öklan og þetta allt saman og sérstaklega við erum í fótbolta eða eitthvað sem að hnéð veltur til það sem við erum að skipta mikið skipta í hvað áttu við erum að hlaupa. Já. Og öklin til dæmis að takast á við 3-faldan líkamsþunga þegar við erum að hlaupa. Við erum ekki svo slitið þar. Hann hefur öðruvísi hreyfanleika, hann getur oltið til hliðana, hann getur veikt sig fram og tilbaka og öðruvísi liður. En ástæðan fyrir því að við fáum slit í hnéð er svo að við skekkjum það. Þannig að ef við erum til dæmis í fimleikaholningunni sem ég var að tala áðan, þar sem við erum orðin bognuð í mjöðminni þegar við stöndum, það gerir það verkum að við verðum frekar innskeif og það gerir það verkum að að hnéð fellur inn. Já. Og þegar að það gerist, þá er allur þungin komin á ytri liðmánan. Og þar sjáum við slit hjá fólki sem er kiðfætt. Hjá fólki sem er hjólbeinótt, fótboltaholningin, að þar sjáum við slitið innanfótar. Þannig að
yfirleitt slitið bara öðrum megin. Þannig að ef að við getum styrt vöðvana í kring, að þá getum við rétt nýjað af og þá eru allt í einu komin á þykkara brjósk og þá finnur fólk ekki lengur fyrir áhrifum slitgigtar. En þannig erum við að tala líka að eitt leiðir af öðru, Já. líkaminn einn hreyfi keðju. Já. Ég þekki að sjálfur ég með meiðsli í öxli í langan tíma sem var svo allt í einu það að það vantaði bara einhverja hálfa sentimetra öðru megin á fótinn á mér sko. Já. Að þetta leiðir allt saman út í gegn og það eitthvað viðsættin sem að þú hlýtur að þurfa að fást mjög oft við. Já, og það oft þetta sko að eitthvað sem að á einum stað, fólk ímynda sér gjarna sko bara já ok, ég er með verki hérna, þá er vandamálið hér. Að við sjáum eins og sko nú hefur mikið aukist að fólk sé á reiserum. Og það sem að rauninni gerist, fólk kemur inn með verki í herðum og hálsi og maður ætlar að fara að vinna eitthvað með það. Og svo skoða maður fólk að það fyrsta sem ég geri það að byrja að teygja á mjöðmánum á þeim. Fólk sér af hverju óskupunum hann að teygja á mjöðmánum á mér. Mér illt í öxlunum og hálsinum. En málið það að þegar þú situr á reiser þá ertu svo rosalega boginn fram að ef þú hefur ekki góðan hreyfanleika í mjöðmánum að þá byrja mjaðminnar að toga í mjóbakjaðir, bakið fellur út og herðarnar lenda hér. Leið þú búin að liðka mjaðminnar þá allt í einu getur fólk lent hérna. Og þá hættir álagið að vera á öxlunum og hálsinum. Hættir fólk að sitja hér og fyrir allt í einu að ná öxlunum niður. Og það rauninni fleira sem svona. Það eru ákveðin svona lykilatriði til dæmis ef við ætlum að sjá axlinar virka vel. Að þá hálsin oft stór hluti af þessu. Og það kannski eitthvað sem við komum til með að sjá meira og meira vegna þess að fólk með gemsana, situr hér. Og svo þegar lítur upp þá að koma hingað þannig að hálsin fallin hingað fram og það sem að þetta gerir það að verkum að herðablöðin renna fram á brjóstkassan og þegar að fólk komið herðablöðin hingað fram á brjóstkassan og eftir að lyfta höndunum þá lendir það á því sem kallað heartstop. Heartstop það sem að lendir bein í bein eins og bara olbúin, þau réttum úr honum. Ef við erum til dæmis að tala úlliðin þá erum við mjúkt stopp þar vegna þess að það sinar og vöðvar og liðbönd sem að hanga í þar. Við viljum hafa mjúkt stopp eða seikt stopp skulum við kalla í öxlunum. Ef að hakan á mér hérna fram að þá lendi ég á hörðustoppi að upphandleggsbeinið lendir á herðablaðinu. Ef að ég dreg hökuna inn þá þetta allt í einu orðið mjúkt stopp vegna þess að herðablaðið komið aftur og þá hef ég meiri hreyfanleika í öxlinni. Þetta ofta ástæðan fyrir því að fólk fær klemmur í axlinar. Þannig að þá það spurning hálsin frekar heldur en axlinar. Og ég held að eftir einhver ára þá hefur eftir að sjá holskeplu að fólki koma inn með axlaklemmur, ekki vegna þess að það sé endilega eitthvað að öxlunum, heldur vegna þess að staðan á höfðinu er orðin slæm. Já. Þannig að þetta hangir allt saman. Það gerir það. Já, það var pabbi þegar ég var að læra sjúkraþjálfun þá fékk hann hælspora. Fór til Bjössa Páls sjúkraþjálfara, hann nú orðinn flugvirki núna. Og Bjössi skoðar hann og segir, það ekkert á hælnum á þér. Nú? Nei, þetta í bakinu á þér. Í bakinu á mér, getur það verið? Já, ef það ekki í bakinu á þér, þá á milli eyrnanna á þér. Já, skulum þá vona að það sé í bakinu á mér. Þannig að þetta oft einhvers staðar annars staðar sem að hlutin reyga upptök. Já. Og mjög oft mjóbak kom ég að mér. Þetta umferðarmiðstöð fyrir allt sem að gerist annars staðar í skróknum. Já, ef við pælum bara svolítið í, að því ég veit að þú verið mikið að pæla í hlaupagreiningum. Man fer út að hlaupa, þetta getur nú ekki verið mjög flókið, ég fer bara hleyp, en það alltaf meira spunnið í þetta en það. Já, og mér hefur oft fundist, fólk að leita að einföldum lausnum í flóknu hreyfikerfi. Þannig að hlaup eru flókin. Það fólk hugsar, já eins og þið segir, þetta ekkert flóknur heldur en bara setja annan fótinn fram fyrir hinn og ég bara geri þetta nóg oft og þá skila ég mig frá A til B. En þegar við erum að hlaupa þá erum við að taka 180 skref á mínútu ef við erum að halda góðum cadence. Og 180 skref á mínútu og segjum að við séum að hlaupa 10 km hrað, þegar við erum búin að hlaupa 10 km þá ertu búin að taka það 180 x 60 og það rosalega mikil endurtekning og bara ímyndaðir að þú sætir með bara hvaða léttlóð sem væri í ræktinni og
ætlar að taka 180 sinnum og svo ætlar að bara halda áfram í klukkutíma. Þú ert byrjar að finna fyrir því eftir smá tíma, sama hvað lóðið létt. En við erum rosalega vel hönnuð til þess að hlaupa ef að við erum að passa vel upp á það hvernig skrokkurinn á okkur virkar. Ég hef verið að pæla í hlaupastíðsgreiningu eiginlega frá því að ég var að læra sjúkraþjálfun. Þegar ég byrjaði að læra sjúkraþjálfun þá er ég alltaf búin að vera í einhverjum íþróttum áður. Og þarna var ég allt í einu ekki í einu skiplaðir íþróttastarfsemi og ég hugsaði ég fer bara út að hlaupa, þannig að ég get gert það bara sjálfur þegar það passar. Og þegar ég fór að nálgast að hlaupa 10 kilometra þá byrjaði ég að fá verki í ökklan og ég sagði ég er að læra sjúkraþjálfun, ég bara massa þetta og styrkti upp á mér ökklan og vann með stöðuleika og bara hætti að fá verki í ökklan og byrjaði að fá verki í hnéð í staðinn og ég hugsaði bara ég massa bara þetta og styrktarþjálfun, stöðuleikaþjálfun, hætti að fá verki í hnéð, byrjaði að fá verki í mjöðmina í staðinn. Og þá fer ég átta mig á því að það er eitthvað annað í gangi þarna heldur en bara það ökklin og hnéð séu með leiðindi. Og fæ sjúkraþjálfara til þess að skoða mig og hann kemst að því að það er snúinn heldur mjóbaksliður bara neðst í mjóbakinu á mér. Það gerir það verkum að mjaðmennrámi snúa til vinstri þegar ég er að hlaupa. Þannig að ég var alltaf að velta út yfir ökklan hægra megin. Þannig að þegar ég var búin að styrkja hann, að þá byrjaði hnéð að fara í staðinn og þegar ég var búin að styrkja það upp, að þá fór það að fara í mjöðmina. Þannig að þegar ég var búin að snúa ofan á mjóbaksliðinum fyrir ekki að þá allt í einu hætti ég að fá þess að verki í fætunar vegna þess að allt í einu snéru fætunar á mér í sömu átt og ég var að hlaupa. Og fólk er alltaf að leita að eins og ég segi einföldum lausnum með flóknu hreyfikerfi. Þannig að fólk spyr mig hvaða skó á ég að kaupa. Og það er svona svipað eins og bara, mér er illt í öxlinni þegar ég er að synda hérna. Já, það ert að fá þig þessa sundskýlur. Þessi sundskýla, hún massar þetta. Það er bara, þú ert bara góður og ert í þessari sundskýlu. En það er sjaldnast aðalatrið. Aðalatrið er að finna bara skó sem að passa, en yfirleitt er spurningin tækni. Ef við höfum góða tækni, þá getum við hlaupið bara hér bil endalaust án þess að það valdi skaða á okkur. Það er gott dæmi það ég einhverju algjöri vitleysu að þá skráði mér Spartan Race hérna fyrir einhverjum árum síðan, hlaupið í 24 tíma og hindranir á leiðinni og ég vissi það að ég hefði ekki tíma í það að massa upp eitthvað rosalegt hlaupaform. Þannig að ég bara reyndi að kera formið upp eins og ég gat og svo bara vann ég í því að létta mig. Og svo sá ég bara til þess að hlaupastíllinn væri algjörlega skotheldur. Lengsta hlaupið sem ég hljóp fyrir Spartan Raceið voru 16 kilometrar og ég hljóp það einu sinni. Og lengstu hlaupin þar fyrir utan voru 10 kilometrar. Og ég rúllaði gegnum þetta Spartan Race hljóp í 23 tíma og þegar ég var að fara síðasta hringinn að þá tók ég svona tjekk á sjálfum mér, bara ökklanir í lagi, hnén í lagi, mjaðmennir í lagi, bakið í lagi, axlanir í lagi, bara allt í góðu. Ég reyndar að koma svona dálítið þurran hósta og blóðbragð í kverkanar, ætli nýrun á mér þólið, þetta var ég farin að hugsa. Þannig að bara ef að staðan á manni þegar maður er að hlaupa er góð, að þá þolir maður svo gífulegt álag þarna. En langt flest okkar eru við ekki þar. Og þetta er einmitt þetta, mjaðmennar hafa svo stór áhrif þarna, við sitjum allt of mikið. Mjaðmennirna stuttur að framan og við komum fætinum ekki fyrir aftan okkur, við erum að spinna okkur upp og niður og sem að veldur álægin okkur á mjaðmennar, hnén, ökklana, bara hvar ertu veikastur fyrir og þar safnast álægið upp 180 sinnum á mínútu, eins lengi þú hleypur. Þannig að þegar við erum að skoða hlaupastíðsgreiningar þá viljum við taka mynd af öllum líkamannum, við viljum sjá og við erum að taka þetta upp með háhraðamyndavélum, þannig að 240 rammar á sekundu og þannig að hver sekunda verður 10 sekundar löng, við náum ekki að taka meira heldur en bara svona snapshot af hinn og þessu vegna þess að ef ég tekur mínútið þá er ég allt í einu komið 10 mínútur af efni og ekki alveg að róða það allt saman, þannig að þetta eru 5 sekundur aftan, 5 sekundur á hlið og 5 sekundur á framan, þannig að þessum að verður þá 50-50-50 og þar getum við séð hvernig þú ert að hlaupa, hvað er að gerast og oft sjáum við eitthvað sem að er í gangi en við áttum okkur kannski ekki á því nákvæmlega
hvað það bara við sjáum þetta hreyfingin, af hverju hún svona. Það var ein hlaupastíðsgreining sem að ég tók sem að situr alltaf í mér. Ég var bara að hugsa, horfa á greiði mannin hlaupa, hugsa bara hvað í gangi hérna, ég veit ekki af hverju hann svona. Og svo bara heyrðu, ok, þetta longshot, en já, við skulum þannig að prófa að heyri í honum og þannig að bjalla í hann og bara, hefur verið skorið með bottlanga? Já, hvernig, hvað að pæla þar, af hverju það? Og við skoðum örið, þá hafði það aldrei verið losað almennilega upp. Þannig að húðin var bundin alveg niður í vefin undir, þannig að þegar hann reyndi að rétta úr hægri mjöðminni, að þá togaði það í húðina og vefin sem var undir. Og líkaminn fattar það hvernig við erum að vinna. Þannig að, eða við skulum segja, já, líkaminn veit, en við vitum það ekki endilega. Það þannig að hann bara stilti sig af með það og rétti aldrei almennilega úr hægri mjöðminni. Þannig að þegar voru búin að losa upp örið að þá allt í einu fór hann að geta hlaupið öðruvísi. Hvað var næsta lista hjá þér aðtöku hverjum fyrir klippingu? Já, nákvæmlega. Bara má ég sjá getur verið að tánaglunar og hægra megin séu. Þetta svona oft eitthvað svona Sherlock Holmes dæmi þar sem að maður bara, guð minn góður, hvað í gangi hér? En ég búin að vera að gera þetta núna í mörg ár. Þannig að langflest ég búinn að sjá, en það koma samt ennþá fyrir að það kom einhver inn sem að ég bara ok, við þurfum eitthvað að skoða þetta upp á nýtt hérna, þetta eitthvað undarlegt í gangi hérna, þannig að það kemur einstaka sinnum fyrir, sem betur fyrir það sem þetta leiðilegt. En Þóroddur, hvernig það sko, að því að ég kannski ekki endilega að fatta þetta sjálfur hvað og ég ekki endilega að fara til sjúkraþjálfara fyrir en ég búin að meiða mig. Og þegar ég kannski meiði mig þá fæ ég tilvísun 5 tíma og það kannski þarf að vinna svolítið meira með mín meðsli þá, heldur það? Þetta ekki aldrei vandi sem þú þarft að glíma við? Sko, maður fer með bílinn í skoðun einu svona ári, ég finnst að við að gera það sami skrokkin á okkur og það örugglega hægt að finna, bara svona dóldi bara tjekka á netinu, bara getur þetta. Sjúkraþjálfari sem heitir Kelly Starrett, hann dóldi búin að vera að vinna í þessu, hann talar til dæmis 10 mínútna squat challenge, þú getur setið á hækjunir með hælana í jörðinni í 10 mínútur, að þá hefur bara ákveðu svona basic functionality í mjöðmónum og mjóbakinu, ökklunum og hnjánum líka. Og þegar maður fer til læknis að þá fær maður beiðni og hún gildir fyrir 15 skipti minni með það síðan núna, en maður getur farið beint í sjúkraþjálfara, maður þarf ekki beiðni til þess að fara fyrst, þá fer maður inn á því sem kallað bráðameðferð og bráðameðferðin yfirleitt nóg til þess að taka tjekk á þér, til þess að sjá bara ok, hvað í gangi, hvað það sem við þurfum að vinna með, hvaða íþróttir ertu í, hverju ertu að sinna, hver eru vandamálin, að sko, ég get fundið bara pikkað upp hvern sem á göttinu og sagt bara ok, hvar þér illt og það eru allir með eitthvað svar, það hér enginn sem bara, ég bara góður í skroknum allan daginn, það bara gerist ekki, og meiri sé að sjúkraþjálfarar, að bara hvað kom fyrir mjöðminn á þér þannig að við flest öll okkar með eitthvað og það betra að fara fyrr heldur en seinna, vegna þess að það auðveldara að vinna með eitthvað áður en það komið í algjöra bremsu. Og oft eitthvað sem að hrjá fólk, eitthvað sem við getum lagað á tiltölulega fáum skiptum ef við tökum á því strax. En ef við förum ekki fyrir en að fólk orðið læst og komið algjörlega í hnút, orðið fast, að þá það yfirleitt lengri tími sem að tekur. Maður getur svona dálítið pælt í hvað tók það langan tíma að verða svona. En fólk segir, ég er búin að vera að drepast í bakinu frá því ég var 17. Já, einmitt, þú 37 í dag. Ef að stefna á 10 ári að laga þetta, það bara helmingurinn af því sem þú tókst í það að vinna þetta upp, eða hvað vegna þess að líkaminn leitar mjög oft í sama formið og hann hefur verið í. Hann lítur á það sem eðlilegt ástand. Þannig að allt sem við breytum, að það fellur yfirleitt 50% tilbaka. Svo þurfa að breyta það í aftur og það fellur 50% tilbaka. Þannig að það tekur alltaf tíma að naga þetta tilbaka. En einmitt þegar maður í íþróttum, saman hvort það keppni eða leikur eða eitthvað, maður alltaf drífa sig í þennan næsta leik eða næstu keppni, þannig ég vil helst útskrifast frá þér sem fyrst, en þú þarf nú kannski að vinna með mig kannski aðeins lengur en ég kannski vil oft. Og þarna eru sjúkraþjálfarar mjög oft ósammála.
Sumir vilja vinna með fólk alveg þangað til að allar hreyfingar eru orðnar 100%. Ég almennt á því að það sé kostur að fólk sé að vinna í þeirri íþrótt sem að það að stunda á meðan að við erum að vinna með vandamálin. Vegna þess að þá getur að tekið í rauninni það sem við erum að vinna með sér hægt og rólega. Það tekur kannski lengri tíma að ná sér að fullu. En ég tel að batinn verði betri. Að ef við hugsum til dæmis bara tökum bara dæmi beinhimnubólgu. Að einhver sem með beinhimnubólgu kemur inn og þarna fer til læknis og læknir segir, já, þú ert að hvíla, tekur hérna bólgueyðandi og verkjalyf og svo sjáustu eftir bara 2 vikur. Viðkomandi gerir bara nákvæmlega það sem læknirinn segir, hvílir í 2 vikur, tekur bólgueyðandi og verkurinn horfinn. Bara frábært, við erum búin að laga þetta. Viðkomandi byrjar að hlaupa aftur og nákvæmlega sami verkurinn kemur upp aftur. Þannig að við erum ekki búin að breyta neinu, við erum ekki búin að laga neitt. Við erum bara búin að í rauninni það sem að olli álaginu ennþá til staðar. Ég tel að mestur bati og bestur bati verði þegar að fólk komið yfir þægindamörkin. Og það auðvitað mjög mismunandi með fólk. Sumt íþróttafólk þar maður alveg bara bara liggur við að setja þarna kúlu og keðju á, bara nú þarftu bara að hægja á þér. Og aðrir eru miklu varkárir og bakka allt og mikið. Þannig að maður oft svona að reyna að lesa fólk og átta sig á því og yfirleitt það í rauninni breyting frá skipti til skipti. Bara, ok, núna varst að gera þetta svona, þetta í lagi, prófaðu að taka þetta upp 20% og sjáum hvað gerist þá. Og þá erum við kannski komin á mörkin, þá fólk farið að verra, skulum við bakka 10, sjáum hvað gerist þar. Þannig að, en sjúkraþjálfarinn alltaf í rauninni besti meðspilarinn ef maður að vinna í einhverju svoleiðis. En já, mjög algengt finnst mér að það sé sett upp bara algjört bann, bara ekkert að hreyfa þig fyrir en að við erum búin að ná þessu sem að ekki mín aðferðafræði. En já, virkar enga síður örugglega. Tíminn, hann hleypur frá okkur, þetta komið á lokum. Í rauninni, svona hérna í lokin, já, það komið tími á skoðun hjá okkur flestum, eða ekki? Jó, ég held að það. Hvað þarna, ég var að taka síðasta tölustafinn eða þarna 4. tölustafinn í kennitölinu og að segja að þetta tékkmánuðurinn. Þú skalt að fara með skrokkin í tékk í þessu mánuði. Þannig að maður getur svona setta upp bara eins og með bílnúmerinn. Mér líst vel á þetta, ég kem til þín. Ljómandi gott. Takk fyrir komin í settið. Takk sömuleiðis. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Í næsta þætti kemur hún Birna Baldursdóttir til okkar. Hún var á einum tíma í 3 landsliðum á sama tíma. Ekki missa því. Taktikinn unnin í samstarfi við Eflingu sjúkraþjálfun á Akureyri.